Þegar komið er inn á forsíðu Twitter þá byrjar maður á því að skrá sig inn eða búa til nýjan aðgang ef að maður er ekki þegar með notendanafn. Og þegar maður er skráður inn þá kemur maður inn á home síðuna sem er í raun forsíða notandans. Og ef við förum aðeins yfir það sem er þarna uppi í stikunni þá er það home svæðið lengst til vinstri. Svo er notifications síðan sem að gefur til kynna virkni sem að maður myndi vilja skoða. Notendur geta sent einkaskilaboð til annarra notenda sem að þeir þegar eru tengdir. Það er auðvelt að leita á Twitter, maður fer í leitargluggann og byrjar að skrifa og fær þá upp lista sem að Twitter telur eiga við leitina. Það getur bæði verið fólk eða umræðefni. Í prófílmyndinni ef maður smellur á hana þá getur maður breytt upplýsingunum sig, maður getur búið til lista, maður getur farið í aðrar stillingar og skráð sig út. Og efst í hægra horninu má finna tweet-takkan þar sem er flýtileið til að senda skilaboð. Við förum betri það í öðru myndbandi. Til vinstri á síðunni þá má sjá ýmsar upplýsingar reikninginn og fyrir neðan er svokallað trends sem að gefur til kynna hvað er mest verið að tala á Twitter á þessu augnabliki. Hægt er að breyta þessu með því að setja inn nýja staðsetningu og þá aðlagar Twitter þennan lista að því sem er að gerast nær þér. Hérna hægra megin stingur Twitter svo upp á ýmsu fólki sem að geti verið áhugavert að fylgjast með og hægt er að leita að vinum með því að tengja upplýsingarna við ýmis postforrit sem eru í tölvunni hjá þér. Og síðast en ekki síst hér fyrir miðju þá er umhverfið líkt því sem að fólk þekkir núna á Facebook þar sem þú getur postað smá skilaboðum efst og fyrir neðan koma skilaboð og upplýsingar frá öðrum notendum sem að maður er að fylgjast með.